Fallega fólk, nær og fjær, verið hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn við heilsum ykkur glöð. Það líður alltaf nær jólum, það að koma þriðja helgin í aðventu, dásanlegt. Þátturinn hófst með einu mínu uppáhaldsjólulögum, The Christmas Song, eða Dittu söng ábyggilega Upplýst jólatré á torginu, svo framvegis. Það dásanlegt og meira að segja kom pínu jólasnjór. Og við ætlum að fara yfir svona jákvæða punkta síðastliðinni viku, svona eins og venjulega. Og til mín í sófann komið frækin duett. Þau hafa verið hér saman áður. Það eru þau Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir og Haraldur Þór Eilsson, verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Jæja, og þið eru meira að segja, þið eru í sjattiningum í gleru og hvað þetta er. Við erum farin að hringjast á. Þið erum farin að hringjast á, það er þannig. Það er dásamlegt. Komið stílista. Já, akkurat. Þetta er allt gott. Hérna, eru þið komin í svolítið jólaskap? Já. Já. Þessi Halli sé komin í meira jólaskap en ég var að klára fjárhagsáætlun og Óguð. svona, já, þannig að... En hvernig er það hjá fólki sem í þinni stöðu? Þegar maður búið með svoleiðis, mega þá jólin koma fyrir þér? Já, það er náttúrulega bara dásamlegt. Verklagið þannig í Dalvíkurbyggð að við vorum bara búin 29. nóvember, sem frábært. Bara þökk sé góðu starfsfólki að það skipuleggur þetta vel og þannig að við getum notið aðventunar, auðvitað næg verkefnin, en það er mikill munur. Staðan fyrir það sem ég var áður að þá vorum við að þessu liggum við til korter í jóla. Óguð, það er ofseint. Þannig að það er bara, þannig að nú ætla ég að komast í smá jólastuð. Já. Það er að fara að baka og skreita eitthvað. Er það ekki? Var að kaupa jólatrí. Já, en allt með hóflegri pressu samt. Við viljum bara njóta. Bara gaman að þessu. Bara gaman að þessu. Ég sá einmitt að þú byrjar að hlusta á jólalög í október, þannig að Já, það er jólin kom snemma hjá mér, sko. Þannig að ég er komin í svona smátt og smátt, kemst í meira og meira jólaskap. Já. Ert þú eins og ég þá? Ég er nefnilega svona líka. Ég fæ alltaf svo pínu jólablús í janúar þegar jólalögin eru bara búin. Ég fæ alltaf pínu svona tómleikakennd. Nei, ég er svo mikið Pollyanna. Þá er alltaf einhvað annað að slaka til. Það er gott, ég tek þetta líka. Það var að þorrablótin. Það var nákvæmlega þorrablótin, svo stutt í páska. Já, svo bara, þú veist, sauðskapur og heiburður og allt þetta. Það er alltaf einhvað. Talandi jólalög, þið er ekki samsyngur hjá okkur í minnisafninu nú fljótlega? Er þið ekki bara að syngja saman? Laugardaginn, þá ætlum við að syngja ýmislög, ekki bara jólalög, en ýmislegt og við fengum Svavar Knút til þess að stjórna þessu. Hann er svolítið svona forsvarsmaður þess að við ættum að syngja meira saman, sem er alveg rétt, sko. Já, þetta er gott fyrir geðheilsuna. Já, algjörlega. Að syngja, það gerist ekkert vont með þú syngur. Nei, algjörlega, sko, og skiptir ekki máli hvernig þú syngur, bara. Nei, guð, nei. Það syngja, sko, lagviss eða laglaus skiptir ekki máli, það geta allir sungið einhvern veginn. Bara af hjartans list og þá er þetta allt gott. Eitthvað sérstætt í fréttum svona síðastliðna daga sem að hefur vakið athygli eða gleði? Já, í gær. Í gær? Já. Hvað gerist í gær? Nei, fyrradag. Það var kærleikskúlan. Ég talaði jólabat, sko. Já. Þetta er orðið eitt af sem að mér laka mikið til að sjá og fylgjast með og það er kærleikskúlan var afhent núna á miðvikudaginn. Akkurat. Þannig að nú getur maður að fara að ná sér í svona fallega styrtar kúlur, sko. Þetta er bara söfnunargen líka, sko. Já, þetta er það náttúrulega, sko. Og svo náttúrulega, já, auðvitað. En svo er þetta bara svo dásanlegt að þú eignast þarna bara fallegan mun, en þú ert að styrkja gott málefni. Þetta er styrktarfélag lamaðra og fallara, eða ekki? Jú, og ég held að ágóðin fari til sumarbúðin í Reykjadal, sem er alveg frábært framtak. Það hefur margur haft góða stund þar. Og kúla með kærleik komið stróku, já. Er það ekki? Jú. Já, akkurat. Nú falleg. Alveg. Já, þetta er svona rautt pensil, eða þú veist, eins og stróka. Já, það eru svo ólíkar og skemmtilega, sko. Þetta er virkilega fallegt, sko. Ert þú safnari í eðliðinu? Nei, ég er ekki, ég þarf að fara að ná mér í inntak. Mér finnst þetta mjög skemmtileg frétt og líka hver hlaut hana. Ég man nú ekki nafnið á henni, en hún var svo fyrst, hún afhendi fyrst, var það ekki kærleikskúluna? Jú, það var nákvæmlega, sko. Fyrir 19 árum, sko. Já, og svo var hún handhafi. Hún var svo flott sem hún sagði að nú er kærleikskúlan komin heim. Já. Dásamlegt. Eitthvað fleira, ég veit að að það er líf og fjöri í Bergi á þínum heimaslóðum á morgun.
Já, það hérna alltaf eitthvað að vera, sko. Og það svona poppin viðburður búið að vera í Bergi, síðan að það ekki fastur ekstra ræðilega, kaffi eða veitingaraðstöðunni þar. Og þannig að það var aðventuröld á 5. dag fyrir rúmri viku og síðan upp að koma morgun. Já. Og það eru jólahamborgarar. Það hérna sem rekur hólinn, veitingastaði, eða vagnin. Já. Hann ætlar að vera með jólahamborgara, ég mjög spennt fyrir því. Þannig að svo var jólatónleikar á síðustu helgi í Dalvíkurkirkju, Kvennakórinn Salka. Já. Og það bara endalaust. Og þetta hérna mjög skemmtilegt að upplifa aðventuna og jólin á vonandi á Dalvík. Og það sko, ég hef aldrei séð ævin eins mikið skreitt eins og í þessum bæ. Nei, þau eru all in, eins og maður segir. Það sko alveg dásamlegt bara. Og líka þegar ekki búið að vera snjólaust. Svolítið mikið skammdegi og dimmt og þá verið þetta alveg. Ætli fólk hafi ekki fjölgað jólaljósunum bara núna út af sumarhittanum sem hefur verið núna fram í desember? Jú, alveg örugglega. Og hérna byrjaði fyrr að skreita og svo megum við ekki taka niður fyrir sko meðjan febrúar. Það semst að því samningnum. Það í samningnum, en það kemur nú til að því það að við erum að fá kvikmyndatöku þá taka upp True Detective. Og þeir vilja hafa jól. Býði okkur að hafa jól. Er Jodie Foster að koma? Hún að koma. Ég skal segja ykkur það. Við vorum með íbúafund á þriðjudagskvöldið og þeir komu þar og kynntu svona fyrstu, svona hvar settin tökurnar yrðu, tökustæðirnir yrðu og hana. Og þá upplýst þannig, ég örugglega ekki að segja neitt sem að svo veit allir að hún náttúrulega í Íslandi. Já, ef það íbúafundur þá held ég að það sé búið að taka lokið af. Ég hugsa þetta hafi kvisast. Ekki ólíklegt. Nema það hafi verið látin sverja einhvern eið þarna í lokinu. Það svona vera í þessu svona opinberi að maður alltaf svona, má ég segja þetta? Já, ég skil akkurat. Þetta spennandi. Já, mjög svo. Það verður örugglega svolítið rennir í að fólki svona í löngum bíltúr út á Dalvík svona. Já, örugglega. Og bara þetta bara verið góðum tíma. Þetta hérna í byrjun febrúar og það svona oft erfiðu tíma á veturnar, þannig að það verður svona bara gleði og gaman. Nákvæmlega, sko talandi gleði og gaman, eru þið þá ekki örugglega búin að vara tökufólki við sem sagt þeim þorrablótum sem að steðja þarna í kringum ykkur á þessum tíma? Ég ætlaði bara að láta þeim koma það óvart. Það lýst mér vel á. Ég hugsa að andinn geti komið þeim hraustlega óvart. Ég gefin út svona þorrablótsviðvörun. Viðvörun? Svo verið að leita aukaleikurum, strákar, ef að þið eru geim þá. Já, við sjáum til hver stemningin verður. Ég veit ekki hvort það heillar að vera spjótberi númer 3 í frostorkum í febrúar út í við. Ég veit það ekki. Eða lík. Eða svona lögguþáttur. Kannski líklega en spjótberi. Já, mögulega. En hérna, það allavega þá bara auglýst ég eftir aukaleikurum ef stemningin svolítið. Já. Það held ég. Og náttúrulega svo bara komið pínu jólasnjór og hugulegt. Loksins smá snjór, sko. Þótt ég sé kannski ekki mesti aðdáandi hérna þessa fyrirbreiði, sko. þá verður að vera snjór. Í hæfilegu magni. Já, fullt í fjöllunum, það er æðislegt. Já. Hæfilegu magni hjá okkur. Akkurat. Ég er alveg sammála þessu. Talandi hérna og jólaskreitingur og svona, ég sá undarlegasta ráð til jólaskreitingar sem ég hef séð og það var held ég boðið einhvert frá Umhverfisstofnun. Nú? Já. Það er sem sagt til þess að búa til einhvers konar snjóstemningu eða eitthvað þessar á glugganum hjá þér að mála hann með súrmjólk. Já. Og nú skulið þið bara melta þetta í smá stund. Já, ég veit allavega að kettirnir mínir myndi taka undir þetta. Er það ekki? Það er svona meira jólasnjór þá efst uppi en mjög lítið niður í. Já, akkurat, það væri með svona ský. Já. Svolítið svona af litlum loppuförum svona í nágruninu. Já. Þannig að ég held ég sleppi þessu. Já, ég meina, þú veist, er það ekki? Já, svo fúst fyrir glukkin að gráta og svo myndi sígu niður í falsið og það kemur... Það er að búa til bíómyndum þetta. Svona miklu valdur líka. Já, akkurat. Mér varst þetta áhugavert en ég var alveg ofandottin þegar ég sá þetta. Já. Ég held ég noti frekar bara einhver jólahús eða eitthvað, sko. Já, bara bíðum eftir, það kemur snjó, sko. Það kemur vetur. Já, það gerir það. Já. Hvað fleira hefur nú gerst á Íslandi síðustu og hérna í nágrunni síðustu dagana? Sjúkrabíllinn. Sjúkrabíllinn, já. Ertu að meina þá þarna
heiti sjúkrabíllinn eða haldi sjúkrabíllinn? Er þetta ekki sjóðhættur? Jú, ég held að þar voru Funheitur? Það var ekki auglýst eftir aukaleikurum. Nei, allavega fór það fram hjá mig líka. Já, það var allavega einhverjum miðlum sem við tókum ekki eftir. Við mistum á því Já. Var ekki einhver sem sagði að nú verður búið að taka upp nýtt númer. Já, 116. Já, ég heyrði því fleik. Hringir í 116 og farið þennan sjúkrabíl. Já. Ég veit það ekki. Ég er efins. Já, þetta er allavega ekki góð hugmynd. Nei, þetta er... En sérstök. Já. Mjög sérstakt. En þessir eldar voru slökktir. Bæði ástareldurinn og fleira. Já, akkurat. Svo var ég búin að bíða spennt eftir. Ég sá jólasveinninn var mættur í gluggann sem kinkar kolli til allra sem ganga fram hjá. Hann er víst búin að vera þar í áratugum saman. Alveg sama hver rekur verslunina. Þannig að ég beið spennt og þannig er svona aðeins fara að falla á hann en krúttlegur er hann sko. Gaman að halda í svona. Pínugigt ykkur. Já, hann er pínugigt ykkur. Það er svo gaman að þessu, ég meina hvað er þetta annað en sko jólun í hnotskurn? Það er bara nostalgían og draga fram gamla pínu þreytta jólaskraut en eitthvað sem maður tengir sko. Eitthvað við erum að endur upplifa jólin sem börn og svo framvegis. Það er svolítið þannig. Snar, takk fyrir komin og hafið það gott helgina, þriðju helgina í aðventu. Takk sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Og það held ég nú, þið hafið það gott heima fyrir og við sjáumst að verðum spori.